Góðan dag. Í þessum þætti ætla ég að fjalla prentefni á prófsamynd sem heitir Woodfill PLA og heitir Linden Light og prentefni sem ég gerði smá tilraunir á og prentaði nokkra hluti, þannig að kíkjum aðeins á það. Svo ég ákvað að prófa þetta prentefni til að sjá hvernig það kemur út og það kemur svona skemmtileg viðarlykt af því þegar maður er að prenta. Þetta er svona minnir mann á smíðastofu hérna í gamla daga í skólanum. Það er allt timbrið var allt í kring, þá kemur alveg áberandi svona viðarlykt þegar maður er að prenta og maður finnur smá lykt af prentunum líka ef maður svona lyktaræðum eftir það. Þannig að þetta er svona ákveðin game og ákveðin look. Þannig að kíkjum aðeins á nokkuð prent sem ég gerði. Ég byrjaði að gera svona temperature test tower og ég var að brjóta pinnana þessa litlu pinna og svona 215 gráður var cirka svona það sem var erfiðast að brjóta og hærra en það. Þannig að það er fínt að prenta þetta bara á 215 eða hærra, það kemur ekki sögg. Og eitt sem ég langaði að sjá í þessu testi líka var hvort það myndi breytast eitthvað liturinn við prenthitann og það virðist nú ekki vera. Ég átti einu svona prentefni svona Woodfilament sem að breytti áberandi lit eftir sem að prentaði heitar, þá var það dökkara eða dekkra, en þetta kom bara mjög jafnt út, alveg óháð hita. Og svo prentaði ég Bensi, hann er bara mjög fínn og góður, ekkert út af hann að kvarta, bara mjög snyrtilegur. Og hérna er Sir Leirsalott, hann kom bara mjög vel út, ekkert stringing í honum, þannig að það leit bara vel út. Og svo er þetta notaði ég til að sjá stringing, það kemur oft stringing hérna á milli, það er svona aðeins stringing, en ekkert neitt svakalega mikið. Og henni maker coinið mitt, það kom bara líka vel út. Þetta er svona ljós brúnn litur, Lindenwood, það veit ég hvað tegund við það er eitthvað bófinn. Og þessi köttur, hann kom bara vel út líka, mjög sléttur og fínn. Og overhang testi hérna líka, það er bara alveg fullkomið, það var ekkert vandamál í 70 gráðum hérna efst, ekkert út af það að setja. En svo náttúrulega þetta er Woodfilament, þá þurfti ég að prenta eitthvað viðar tengt, þannig að hérna er einhver trjágrein sem ég fann mótil af og hún kom bara skemmtilega út og ég var með smá support hérna undir þessa grein hérna, en annars prentaði þetta bara svona út í loftið og kom ótrúlega vel út, þannig að þetta hefnaðist ágætlega. Og svo gerði ég hérna Treebird, Lord of the Rings, það er náttúrulega allir í viði, þannig að það var tilvalið að prenta hann út. Hann kom bara mjög skemmtilega út, það var með support hérna aðeins undir og það leit bara vel út hérna undir supportunum, ekkert sérstakt issue með það, þannig að hann kom bara mjög flott út. Og svo náttúrulega þetta að gera grút líka hérna, því hann er úr spýtukall, þannig að hann kom líka vel út, þannig að svona starra prent, en aðeins lengra hérna frá. En ég sá að hann kom bara mjög vel út, það er gaman að prófa kannski að nota eitthvað svona viðarolíu eða viðarstein, athuga hvort að maður er að gera eitthvað skemmtilegt með þetta prent. Það setja aðeins meira svona skyggingar í hann, en hann náttúrulega lítur bara flott út. En svo gerði ég líka hérna nokkra mælingar eins og ég er vanur að gera, þannig að kíkjum aðeins á það og sjá hvernig það kemur út. Og ég er með hérna á skjánum núna prentefni úr PLA, mismunandi útgáfur PLA, og þetta prentefni er hérna næst lengst til hægri og hérna Brown Wood PLA og Woodfill, og þið sjáu hérna að prentin sem voru prentuð upprétt, þau eru með mjög lélega viðlóðun, þannig að það toguðust í sundur mjög auðveldlega. Það var eiginlega bara nærri því eins og hérna Silk Filament sem ég prófaði áður, en þetta allavega kom svona út, og líka flatt prenta, það er ekki sérstaklega sterkt hvað þetta varðar, það togast auðveldlega í sundur, þannig að það er ekki mikið styrkur hérna. Svo ef við skoðum hérna höggþolið, að þá hins vegar kom þetta prentefni mjög vel út. Það er bæði það sem er prentað upprétt, það er bara í næst hæðstu mælingum hérna sýnist mér, og ótrúlega svona eins og það sem hálf seikt þetta efni, það er svona aðeins öðruvísi en fílingur í því en venjulega PLA, það er svona mýkra einhvern veginn að kreista prentið. Þannig að það kom vel út í þessari mælingu og sérstaklega hérna prenta flatt, áberandi mikið höggþol í þessu, þannig að þetta kom mjög vel út. Svo mældi ég hérna stífleikann líka og þar er ég með þetta hérna í miðjunni
og þetta eins og frekar mjúkt efni, það bognar meira undan þyngd en önnur PLA fyrir utan hérna silk PLA en þannig að þetta svona gefur svolítið meira svona eftir og það mælist hérna á berandi greinina þannig að það sem maður finnur í hendinni hvernig þetta þá þetta svona mikra og það mælist hérna klárlega líka. En svona heilt yfir þá þetta bara mjög skemmtilegt prentefni og hérna ekki kannski fyrir functional parta endilega. Það ekki kannski mesti eiginleiki þessa prentefnis en fyrir svona einhverja skemmtilega fígúrur eins og einhver svona trétengt efni þá hérna, þetta skemmtilegt að prenta úr þessu og skemmtileg lykt af því líka og það eins og segi myndi mann á svona smíðastofu hérna í gamla daga þannig að það var mjög gaman að rifja upp einhverja minningar af því þegar maður var lítill en annars bara var auðvelt að prenta þetta eina sem ég tók eftir þegar ég var að fjarlægja prentin af prentfletinum af PI Smooth Sheet að þetta var mér mjög mikla viðlögun við prentfletin það var bara hálfgett vesen að ná þessu af með önnur PLA prentefni þannig að það svona einhver eiginleiki í þessu sem að sogar þetta fast við PI-sítið. Það hafa það eins og það var smá svona brasa að ná öllum sýnishornum af prentfletinum en ekkert eitthvað alvarlegt þannig en annars bara vonaði því að ég haft gaman að þessu vídeo og lært eitthvað prentefni mín þannig að ég þakka bara fyrir mig og sjá okkur í næsta vídeo. Takk!